Já, það er svo sem ekki topp aðstæður til knattspyrnu iðkunar. Hvernig heldur þetta, erum við að tala þannig við að hafi alveg svona, að vera það mikill vindur að það getur nú haft töluverð áhrif? Já, en ég held að hann snúi einhvern veginn þannig að hann er ekki alveg beint á annað markið. Þetta er svona... Nei, þetta er nú bara beint í... sending. Já, kviknar í stúkunni, það þarf aðeins að eggja þá áfram. Það er full auðvelt og ekki kemur skotið. Nei, þetta er æjæjæjæj. Árni Snær, þetta sér maður ekki oft. Nei, þarna mista hann bara boltan í gegnum klofið. Í leikjónum hingað til í sumar. Ef sumar skildi kalla. Já. Andri. Herðu, Theodór er alveg galopinn hérna, hann vel gert hjá. Hann verður að bakka í markið núna. Já, Hörður er mættur. Þetta var virkilega vel varið Árni Snær. Fyrir utan kannski skalla eina slóga á þann. Stefán, hann í skotfæri og vel varið hjá Róbert. Þarna er... Og Þórður í baráttunni, þetta lítur að vera hotspilna, já. Taka góðan sveig. Kemur inn á nærsvæðið og stórhættulegt færi hjá Lúka. Þetta var rosalega aukaspilna. Andri er að komast inn upp að endamörku, nær fyrirgjöfinni, þar á fjärstönginna, þar er Garðar og þannig Stefán Teitur í dauðafæri! Já, þetta er mark! Stefán Teitur Þórðarsson jafnar! Virkilega vel gert! Þetta er mikilvægt mark fyrir Skagamenn. Það er þétt þarna og það er flautað til hálfleiks, staðan 1-1. Kemur Þórður með boltinn sveigir hérna frá markinu og Andri Andersson skorar! Þetta er glæsilegt mark hjá Andra. Frábært skot í vinstra hornið. Upp í áttina, Stefáni nær ekki nógu langt. Njarðvíkingar margir hérna núna frammi. Þarna er vítaspyrna dæmd og ég held að það sé rétt. Andri á móti Árna. Árni á móti Andra. Og það er sláinn! Og Einar Logi hreinsar það frá. Það er aðeins að byggjast upp. Já, það er að þyngja svolítið sóknin í átt að marki Skagamanna. Nei, þetta er mark! Þeir jafna metin. Er það Magnús Þór Magnússon sem að skallar hann hérna á nærstönginni 2-2. Og þetta er fítbolti en það verður ekkert úr þessu. Og þá er bara flauta til leiksloka. Njarðvíkingar og Skagamenn skilja hér jöfn í fjórðu umferð inkasso-deildarinnar. 2-2, en nú er Jónas Karl komin í viðtalið. Já, Kalli, þetta hlýtur að vera svekkjandi úr því sem komið var. Já, drullu svekkjandi. Við viljum náttúrulega vinna þennan leik og hérna, þeir skoruðu 2 mörk og við hefðum getað gert töluvert betur í þessum mörkum sem þeir skoruðu. En svona í fótboltinn, það er ekki hægt að tryggja allt í þessu, en auðvitað hefðu viljað vinna konið 2-1 yfir en því miður náðu ekki að klára þetta í dag. Fannst þér þínu menn koma værukærir inn í leikinn hérna alveg í blá byrjunni? Þeir skoraði þarna eftir 4 mínútur. Þetta er, þú veist, kannski ekki alveg værukærir en þetta getur alltaf gerst á blautum velli að svona boltar fara inn. Ég hefði náttúrulega helst vilja að manninu er ekki hleypt í skot, þú veist, við viljum ekki hleypa mönnum inn á okkur, þannig að ég hefði viljað sjá það stoppa fyrir. Við vissum alveg að þeir geta skorað mörk, við erum búin að vera að skoða það í vikunni og þeir geta ógnað á markið, en við ætlum að reyna að stoppa hættuna töluvert fyrr og ég er kannski svolítið svekktur með það. 10 stig úr fyrstu 4 leikjunum, er þetta bara í samræmi við þín plön, þínar væntingar? Já, algjörlega. Við erum settum okkur markmið og ákveðið stigafjölda sem við ætlum að reyna að vinna með og þetta er fyrir ofan þau markmið, þannig að við erum bara í fínum málum. Nú er bikarleikur framundan, hvernig leggst hann í þig? Skemmtilegt. Bikarinn er alltaf skemmtilegur og gaman að fara til Grindavíkur og það verður hörkur leikur. En við förum inn í það verkefni til þess að komast áfram og bikarinn er þannig uppsettur að okkur langar að komast eins langt og við getum og við ætlum að fara til Grindavíkur til að vinna þann leik. Já, flott að heyra. Gangi ykkur vel með það. Farðu í hlýjuna.